Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Skvís eru samtök sem við ætlum aðeins að kynna okkur hérna núna og til mín eru komnar Hafdís og Ardís, velkomnar, skvísur. Takk fyrir. Ég varð að segja þetta. Hvað er skvís? Getur þú aðeins útskýrt? Skvís stutt fyrir samtök kvenna í vísindum sem að voru stofnuð sumarið 2016. Eftir að konur sem að stunda vísindastarf á öllum sviðum vísinda höfðu tekið sér saman og til þess að ræða þann kynjahalla sem virðist vera innan vísinda og vísindastarfs. Úr varð að stofna samtök sem að hefðu það meðal annars að markmiði að valdefla konur í vísindum, gera konur í vísindum sýnilegri, efla tengslanettið á milli okkar og þar fram til götunum vera með fræðslu og svona ýmislegt. Vandinn hins vegar fyrir okkur hér, fyrir norðan, var hins vegar sá að allt þetta tengslastarf fór fram í Reykjavík og þar mistum við náttúrulega af mjög skemmtilegum og gagnlegum litlum hanastélum og tengslanetsviðburðum öllum bara. Nákvæmlega. Þannig að mér datt það í hug að stofna til svona samtaka, eða þetta ekki svona samtaka heldur, stofna útibú hér á Akureyri. Og hafði samband við forsvarskonur í skvís í Reykjavík sem að náttúrulega tóku afskaplega vel í það og hann að úrvarða við stofnum hérna svona lítið útibú af skvís sem heitir Skvís Norð þá kallum við okkur hérna á Akureyri og það er náttúrulega hér mjög mikið af konum sem eru að stunda allskyns vísindastarf á og mjög markvert vísindastarf á mjög breiðu sviði. Við erum bara frá læknisfræðinni og alveg yfir í félagsvísindin og mannfræðina og jafnvel textíl. Eða þú veist, er þetta ekki bara allt? Fólk sem að spá í hrosshár og vefa, er það ekki líka einhver vísindi? Það geta verið vísindi í kringum það. Það er náttúrulega, það er alveg örugt. Ég meina, það er engin skýr lína. Nei, nákvæmlega. Man sér fyrir sér fólk í hvítum sloppum í einhverjum tilraunaglösum, en það er svolítið einföldu mynd. Þetta er allir sem er að rannsaka eitthvað. Já, þetta eru allir sem er að rannsaka eitthvað og allir sem hafa þjálfað sig í því og hlotið til þess menntun að sem sagt stunda rannsóknir á ákveðnu sviðinu. Það er rétt hjá þér. Við sjáum alltaf fólk í hvítum sloppi með tilraunaglös og það eru vísindi fyrir okkur en í raun og veru eru það ekki einu vísindi. Hvernig vísindakona ert þú, Hafdís? Ég er hjúkrunarfræðingur. Og búin að vera það í mörg ár og er doktorsnemandi líka núna, er nemandi í Háskóla Íslands og er til þess að skoða verki, langvarandi verki sem er mjög þverfaglegt efni. Vá, hvað það er tímabært. Það eru kannski margir búnir að skoða þetta en það virðast svo margir vera. Það er ekki margir búin að skoða, ég hef skoðað endurhæfingarmeðferðir og áhrif þeirra á líðan fólks. Og þetta er náttúrulega að skoða verki út frá mjög mörgu sjónarhornum, þannig að við Ardís erum alveg að taka þá umræðu, hvernig getum við tala saman verki og mjög sjónarhorn og þannig að... Því Ardís, þú ert vísindakona í hverju? Ég er innan félags- og mannvísindanna og hérna stundar rannsóknir á því sviði. Akkurat í augnablikinu þá er ég mínar helstu rannsóknir það stærsta sviði, maður er vilt að gera margt í einu en það er innan fötlunarfræða akkurat í augnablikinu. Þannig að ég er að skoða fatlað fólk og menningararf og menningu og þar fram eftir götunum. En það er mjög skemmtilegt að segja frá því að því þú talar þetta að það kom einmitt upp á fyrsta fundinum okkar. Þá voru við fáar en fjórar. Þú mættir á fyrsta og hefur mætt síðan. En af afskaplega ólíkum sviðum og
við fundum það að sko við gætum algjörlega haldið ráðstefnu saman þar sem að sko við kæmum allar að. En það skarast einhvern veginn, getur skarast alltaf. Það skarast allt. Og það snýst allt það í dag, einmitt eins og sagði, sko, að mynda hópa þar sem fólk kemur frá mismunandi fræðasviðum til þess að geta fengið stóra styrki, þá verðum við að vera ekki bara hjúkrunarfræðingar, þá verðum við að vera svona með fleiri sjónarhorn inn á þetta. Það er líka bara í heiminum í dag sem að heimurinn er orðinn sífellt flóknari og það einhvern veginn þessi tilhneiging að grafa sér skurð og stúdera bara það sem er ofan í þínu skurði, að það er síður gagnlegt kannski í dag heldur en það var fyrir einhverjum áratugum síðan. Við sjáum það að við erum að horfa á gríðarlega fólksflutninga. Við erum að horfa á sem sagt að mannveran er ekkert lengur bara manneskja. Þú veist, við erum sem sagt kannski búið að smíða eitthvað á okkur með gervi augasteina eða skilur við, tæknin hefur hafið inngöngu sína í mannlífið og í mannveruna, bara sónartæknin er til dæmis eitt dæmi það. Og síðan náttúrulega það sem kannski er mjög ofarlega á baugi, að þetta með loftslagsbreytingarnar, hvernig manneskjan hefur haft áhrif þar, hvernig þar tengist til dæmis mjög mikið félagsvísindin og alls konar önnur einmitt svona hefðbundin vísindi eins og þú varst að benda á og efnafræðin og allt þetta. Þetta er svo stóra spurningar, mér finnst bara svima þegar ég hugsa sko, það er að finna einhver svör. Já, tala ekki náttúrufræði mína, mörkin á milli mannesku og náttúru eru sem sagt kannski ekki eins skýr og við vildum vera að láta fyrir einhverju síðan. Og að stefna saman fólki úr einmitt ólíkum fræðasviðum, að grafa skurði á milli skurðana og leyfa þessu öllu að fljóta saman. Að þetta eins og Hafdís bendir á, þetta er sem sagt, það eru veittir mjög stórir styrkir í slík samstarfsverkefni og oft er svona samstarf forsenda ákveðina styrkja, en svo er þetta líka bara gagnlegt. Og svo eru peningarnir svolítið forsenda þess að þið geti verið að stunda þessar rannsóknir, þetta hangir allt saman. Já, það gerir. Eru þið í einhverjum svona stórum styrktum verkefnum eða þarf maður alltaf að vera í þessum styrktu verkefnum eða getur maður líka bara verið að vinna á vegum háskólans eða hvernig virkar það? Er það í allar áttir? Jú, það er náttúrulega svo doktorsverkefni, það þýðir náttúrulega maður þarf að sækja styrki og ég er búin að læra mjög mikið í því meðal annars. Svo er ég núna í rannsóknarnámi sem er að fara af stað með skoðarverki meðan almennings og þá er verið að undirbúa styrkumsókn og þetta er bara heilmikil undirbúinsferli, þetta tekur bara marga tíma. Og eru þið í þessum hópi orðin svolítið þverfaglega úr ýmsum áttum? Já, við verðum verið að fá sérfræðinga utanlands og fá svona mismunandi sjónarhorn inn í þetta, ekki bara hjúkrunarfræðinga, heldur læknir og við höfum verið í sambandi við þá í Siglufirðinni Genis og fá sálfræðing inn í og svona alls konar. Það geta frá öllum hliðum og eru það undirbúið einhverja stóra umsókn núna fyrir þetta verkefni? Núna verður undirbúið, já, og svo líka verðum við alltaf að gera fyrir að geta þjálfað yngri rannsakendur, að geta tekið meistaranemendur inn í, fá doktorsnemendur inn í, það er það sem að selur í dag. Heilmikið verkefni. Þetta er heilmikið verkefni og með þessi doktorsverkefni mínu ger ég ráð fyrir líka að geta tekið síðan nota hlutagögnunum til þess að þjálfa meistaranemenda. Þegar maður er doktorsnemi, er maður þá líka á kafi að vinna sem hjúkrunarfræðingur? Eða þú þarfst að gera þetta einhvern veginn meðfram? Já, ég ger það með vinnunni í háskólanum. Já, ger það. Já. Dálítið mörg horn að líta? Já, það er mörg horn að líta, já. Og veit maður eitthvað doktorsnám getur tekið alveg langan tíma, það ekki? Jú. Veistu eitthvað, sérðu eitthvað endapunkt? Ég segi ég ætla að klára næsta ári. Já. Þetta er bara að ákveða það. Ok. Svo kemur það bara í ljós. Ekki 100 í hættinu kannski, þá það hafist ekki eða? Við höfum náttúrulega ákveðin endapunkt. Ég má ekki vera eilíðast út Nei, en það er svona 7 ár talað ég er búin að vera núna til 4. ári sem ég er að fara inn í núna. Eldsnögga þessu? Já, það er ekkert óeðlilegt með vinnu að vera taka þetta 5 árum. Já. Heyrðu, ætlið þið eitthvað að uppljóstra næsta hitting? Er þið eitthvað búin að negla næsta Skvís Nord? Skvís Nord? Skvís Nord hitting. Við höfum bara öskudaginn og mætum í búningum. Mætum í búningum? Hvar eru þessi hittingar? Við höfum verið að hittast á Icelandair
en það er búin til viðburður á Facebook sem að einmitt og að gera að þessir hittingar eru einmitt fyrir einmitt konur í vísindum, þannig að við þekkjumst, við getum leita til hvorar annarar, við getum stutt hverja aðra, þú veist, við jafnvel svona ákveð mentorstarf, við finnum strax einmitt svona stuðning eins og þú veist, þeir sem eru búnir með doktorsnám eru að styðja doktorsnemana og svona og eins þú veist, þá vitum við núna hver er að gera hvað, þannig að við okkur vantar eitthvað inn í okkar að þá er hægt að leita til fólks en þetta er náttúrulega líka á breiðu sviði, þetta er ekki bara innan háskólan sem að konur eru að stunda rannsóknir, það er í fyrirtækjum, hjá stofnunum, hjá sjúkrahúsinu, það er náttúrulega verið, það eru konur að stunda rannsóknir út allt. Og þið byrjuðu 4 og voru orðnar meira en 20 síðast, Jú. Þannig að það er rífandi gangur í þessu. Ég var eina í heilbrigðisviði sem segir bara að bara fullt af fólki sem að mætti ekki, sem að ætti að fullt erindi en hinn. Á öskudaginn, klukkan hvað? 5 á Icelandair Hotel? Ekki bara að segja það. Já, er það ekki. Það er án ábyrgðar en samt að gera að fylgjast með á Facebook. Að gera að fylgjast með á Facebook og miðvikudaginn. Takk kærlega fyrir komuna Hafdís og Ardís. Takk fyrir okkur. Takk fyrir.